Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið. Og þá gott að byrja í Byko. Komið sælir blikar, nær og fjær, verið velkomin hérna í þessa útsendingu frá viðureign Breiðabliks og Fjölnis. Það Guðjón Már Sveinsson sem heilsar og með mér Arnar Björnsson, sætlblessaður. Sælarstu, velkomin. Spennandi leikur framöndan, það vist ábyggilegt því að þetta svona leikur sem að blikarnir verða að vinna, gegn liði sem að flestir reknu nú með að yrðu í næri hluta deildarinnar, en þetta svo árstími í byrjun mót sem hvað hættulegastur og oftar en ekki hafa dýrmætt stig tapast akkurat gegn liðum sem að verða sig í næri hluta. Já, það rétt, þetta auðvitað Fjölnismenn eru nýliðar, þótt að maður, svona, því ég tengi Fjölni við Pepsi-deildina, eða Pepsi Max-deildina, þeir hafa verið svona starta stöðut hérna, fjallu fyrir hvað, 2 árum síðan, en fóru strax upp og þeir eru mikið til að byggja bara á ungum og efnilegum strákum sem að þeir hafa safnað þessum strákum svona saman, bæði heimastráka, uppalda og svo hafa verið að taka unga stráka frá öðrum liðum. Ég ætla ekki kannski að segja að þetta sé það sama og Framarar gerði þennum árið því að Bjarni Guðjóns, en þetta spennandi verkefni sem að Ási að setja saman hérna og spurning hvernig þessu unga liði reiðir af svona í baráttunni gegn þessu stóru liði. Þeir auðvitað fengu skell í síðasta leik. Já, víst það, en ég held að Ásmundur Arnarsson henti fullkomlega fyrir lið eins og þetta. Hann vanur að vinna með unga stráka og oftar en ekki hefur hann gert flotta fótboltamenn úr ungum og efnilegum piltum sem að hann hefur verið að stýra og ég hef fulla trú á því að Ási eftir að safna einhverjum stigum með Fjölni og þeir verði kannski ekki alveg eins daprir og spár gerur ráð fyrir í byrjun. Nei, en að Blikaliðinu, þetta búið að fara vel að staðið okkur. Þessi bikarleikur þar sem hann byrjaði með 5-6 svona menn sem hafa verið að byrja þessa fyrstu 2 leiki á bekknum, svo komu þeir inn og þá snerist taflið litið. Heldur að menn hafa fengið að hvíla sig nógu mikið. Nú voru Fjölnismenn tóku móti Selfossi í þessum 32 úrslitum og fóru þetta var erfið fæðing hjá þeim, þeir rétt mörðu Selfossinga, annar deildarlið. Sko ég held að já, við erum að kíkja það ekki fyrst á liðin sem eru að spila í kvöldi. Við skulum henda okkur í það og erum við í svara þessari spurningu og þetta sjáum við að Kristinn Stendásson fær tækifæri í byrjunarleginu eftir 2 fín mörk á móti Keflavík í bikarnum, þannig að það gaman. Og það eiginlega það sem að mér finnst svona töfrarnir í þessu það að samkeppnin mikil, hún greinilega mjög mikil og leikmannur svo Kitty svaraði þessu mjög vel, skoraði ekki fyrir FH og 2 leiktíðum, búinn að skora 3 mörk fyrir Blika núna á ekkert mjög mörgum mínútum. Nei, og þetta hefur Kitty verið að spila, getum við ekki sagt sína stöðu, hann var nú settur hérna í svona djúpur á miðjunni, framalegu miðjunni, svo stundum á kantinn hjá FH, en þegar hann að koma inn hjá Blikum þá hann bara slottar hann hérna í svæði fyrir aftan strækjar. Og svo þetta forveitilegt að sjá hvernig vörnin verður því að við erum að geta okkur til það að þetta sé hugsanlega 3 manna vörn en við höfum verið að sjá Andar Rabi Óman fara í herrabakkarastöðuna og svo andat ekki síðar hann komin hérna á fulla ferðinu á miðjuna þannig að hlaupa geta Andra, hún Óskar treysti svolítið á hana, hann sjáu svolítið að sprengja upp hlutir og við höfum verið að síðan gera það í þeim leikjum sem búnir eru að þetta frábær leikmaður og hann getur gert magnaða hluti inn á vellinum drengurinn. Já, þetta drauma leikmaður þjálfarans, það alveg hreinu. En förum bara snögglega yfir byrjunliðið. Í markinu sem fyrir Anton Ari Einarsson. Svo kemur inn í liðið frá fylkisleiknum, Ólafur Sigurjónsson, kemur inn þá væntanlega í staðinn fyrir Guðjón Pétur sem sest á bekkinn. Damir og Elvar eru í hjartanu, Höskuldur Gunnlaugs fyrirliði, Viktor Karl Einarsson, Tómas Mikkelsen, Gísli Eyjólfsson, Róbert Orri kemur inn þá fyrir Davíð Ingvars frá fylkisleiknum þá. Kristinn Steindórsson kemur inn fyrir Binna og Andri Rafn Jómann heldur sæti sínu í liðinu. Já, við sáum það líka að Davíð Ingvarsson meiddist í leiknum út í Keflavík og fór út af í hálfleik en meiðslin eru greinilega ekki það alvarlega, hann á bekknum og það alveg ljóst að þeir Róbert og Davíð eru svona berjast svona vinstri vænginn og Róbert mjög sterkur varnarlega og meðan að Davíð eru þessi leikmaður sem getur sprengt rosalega mikið upp og tekið mikið til sín á vinstri kantinum
og ef hann lagar fyrirgefnar aðeins pínlítið þá hugsaði ég að geti verið orðið bara eins og Davíð Kristján þegar Davíð Kristján átti vandræði með fyrirgefnar svo komu þær bara einn daginn og voru frábærar og ég að vona að það sama gerist með Davíð. Líka með Davíð sko, þetta náttúrulega þeir eiga það sameiginlegt nafninu Davíð Kristján og Davíð Ingvars að þeir eiginlega byrjuðu sem vinstri vængmenn í yngri flokkunum, færðu síðan aftur á völlin í vinstri bakvarðarstöðuna en nú Davíð að reyna að leysa hafsendastöðu í 3 hafsendakerfi. Þetta svolítið mikla breytingar fyrir hann kannski svona á skömmum tíma en hann nú bara það klókur og góður fótboltamaður að maður treystir honum fullkomlega fyrir þessu. En svo líka gaman að sjá Arnar að Alexander Helgi komin inn á aftur. Inn í hópin. Já, hann komin inn í hópin og hann náttúrulega búinn að vera meiddur og þar enn eitt vopni sem að Blikarnir eiga. Það að eiga hann því að hann mjög öflugur leikmaður og ég beit miklar vonum við að hann eftir að skila miklu í sumar. Menn töluðu líka það hérna bæði fyrir síðasta tímabil og svo meira þess aftur núna fyrir þetta tímabil hann algjör lykilmaður á miðjunni hjá Blikum. Svo lendir hann hlýði í fyrra að færa þetta hræðilega höfuðhögg og missir eiginlega bara af 8 vikum og svo hann að lenda í meiðsli núna rétt fyrir mót. Hann var að spila hérna æfingarleiki í byrjunliði, alla æfingarleiki og alla leiki í Lengjubikar fyrir COVID. Þannig að það var gott að sjá hann komin inn á völlin aftur. En svo kannski líka að segja eins og með leikmenni svo Kwame Key sem á bekknum og við höfum séð hann og sem betur fer því að þegar hann var hérna á Blikum og hann var lánaður að þá svona stóð hann ekki alveg undir þeim væntingum sem gera voru til hans og kannski auðvitað eðlilegt að gefa drengnum smá tíma til að fóta sig í nýju félagi en hann hefur verið að skila sínu og þegar hann hefur komið inn á hefur mér fundist hann koma með gríðarlega mikinn kraft og ég held að það sé svolítið klókt hjá Óskari að láta ekki byrja. Komdu bara með hann þegar svona hálftími eftir að leiknum eða rúmlega það kannski og hann getur breytt einhverju sem að þarf að breyta. Já, einmitt það svo líka erfitt að taka einhvern út fyrir hann beint úr byrjunlega því að þeir hafa verið að spila býsna vel. Flestir hann inn á miðsvæðinu og þá var ég að tala Viktor Karl og Höskuld sem eru þarna svona í þeim stöðum þar sem hann að koma inn á. Já. Þannig að það kannski væri ekki sanngjarnt að henda þeim út úr liðinu en einhvers síður gott að eiga svona, þú sér bekkinn og Blikaliðinu, þetta firna sterk bekkur. Mjög sterkur og þetta eitt af þessum vandamálum Óskars að það alltaf erfitt fyrir þjálfara að hafa alla góða og það alveg vitamál og það bara 11 sem byrja. Já. En hins vegar samkeppnin finnst mér flott og heiðarleg og hann hefur verið að dreifa álaginu svona pínulítið og hann hikar örugglega ekkert við að kippa manni út af ef hann ekki að skila sínu því að bekkurinn sterkur. Já, ég held líka að Óskar, hann þvert á það sem margir halda, ég held að hann sé mjög góður í svona þessu mannlega að tala við leikmenninu og svona gera þeim grein fyrir hvert hlutverk þeir og af hverju hann tók einhvern út af og af hverju einhver byrjar, ég held að þetta sé einn af svona sterku punktunum hans Óskars. En þá það lið gestanna, það nöfn sem maður kannski þekkir ekki allt of vel en skulum renna yfir þetta hérna. Atli Gunnar Guðmundsson, ungur strákur frá 27 ára gamall reyndar. Hann kemur frá Seyðisfirði með stutt fór til Fram og spilaði með þeim. Stór og stæðilegur drengur. Aðrir leikmenn eru þá Sigurpáll Melberg Pálsson, Torfi Tímóteus, Grétar Snær Gunnarsson, Ingibergur Kort, Arnór Breki, Orri Þórhals sem nú sonur hans Júra sem spilaði hér á yngri árum með Blikum. Svo Örvar mikið Blikafjölskyldur sá drengur. Já, einmitt, svo hann sló í gegnum KR seinna. En svo Örvar Eggertsson, lánsmaður frá Víking, Hans Viktor fyrirliði, Guðmundur Karl Guðmundsson sem hefur tekið við hlutverki sem herra Fjölnir. Og svo það Jóhann Árni Gunnarsson, Jóhann 01 sem svona þeirra að mínu viti þeirra mest skapandi og hættulegasti leikmaður. Stórhættulegur og mjög spennandi að sjá hvað verður úr honum. Já, svo varamenn Fjölnis í dag, það Sigurjón Daði Harðarsson, Jón Gísli Ström, Viktor Andri Hafþórsson, Valdimar Ingi Jónsson, Kristófer Óskar Óskarsson, Eysteinn Þórir Björgvinsson Bliki og Vilhjálmur Ingvi Hjálmarsson og varamenn Blika í dag, svo þau eru reynda svona næstu dekkað alla áðan, það Gunnlaugur Vignir, Alexander Helgi, Guðjón Pétur, Arnar Sveinn, Davíð Ingvars, Brynjólfur Willumsson, sestur á bekkinn og Kwame Key. Við hverju búistu hér í dag, þessar fyrstu 20 mínúturnar? Ég held að það sem við séum Blikarnir gera í þessum leikjum sem búinir eru, þeir að byrjaði að krafti. Já. Við sáum það móti Fylki þar sem þeir voru að spila vel en náðu ekki að skora og það alltaf hættulegt og við sáum Fylkismenn síðan eiga ágætis kafla þar sem þeir héldu alveg í við og í stöðunni 0-0 getur allt gerst. Já. Og þetta sáum við líka móti Keflavík, yfirbörðinni voru miklir, Blikarnir komast yfir. Svo skyndilega staðan voru 2-1 fyrir Keflavík. Já, það þessi þæginda eins og Óskar talaði í viðtali eftir leik að
Það var eins og menn hefðu slakað á klónni og bara held þetta kæmi að sjálfu sér. En við höfum eftir að ræða kannski hérna eftir. Þannig að það eru mjög ábyrgðandi að hugsa í leik Fjölnis eftir Ingibergur Kort Sigurðsson. Strákur fæddur 1998. Flottur strákur. Þannig að hann ekkert unglamb, þótt ungur sé. En hann ofboðslega fljótur og hrikalega áræðinn. Og ég held að Fjölnismenn eftir að setja dálítið upp á það, eða stilla dálítið upp á það að koma honum í gegn í þessum föstu, þú veist, þegar við erum að sækja. Já. Hann maðurinn sem á að breyka. Svo náttúrulega má auðvitað ekki gleyma því að eftir því sem að leikju fjölgar að þá fara að menna að auðvitað stúdera Blikaliðið betur og reyna að finna veikleikana og auðvitað eru veikleikar í þessari stöðum en hann teflir djarft og einhvern tíma getur svo skák endað illa ef þú passar þig ekki. Það einmitt það. En hérna fólk að tínast á völlinn og fyrir þá sem heima sitja og hlusta þá var að opna stórglæsileg aðstaða niðri í stúkunni. Það græna stofan, græna herbergið, græna stofan. Það hafa menn starfað unnið í dag og nótt við að koma þessari stofu í gagnið. Já, heldur betur. Og sólpallurinn sem reyndar ekki sól, en það önnur saga. En nú verið að vöka völlin hérna og hérna stutt í leik. Aðri leikir í kvöld, það eru 2 aðri leikir. Það eru auðvitað stórleikur Víkinga og FH. Og svo eru það Fylkismenn og Gróttumenn sem mætast í uppgjöri liðana sem eru ekki með stig. Það gæti orðið fróðlegt, en að þessum leik aftur, við tölum fyrstu 20 mínúturna verði svona erfiðasti hjallurinn fyrir Fjölnismenn að komast yfir. Já, alveg örugglega og blikarnir auðvitað á heimavelli með sjálfstraust, ekki tappað, ekki fengið á sig mark, þannig að ég hugsa að það verði niðurstaðan en ég hef áhyggjur af því að völlurinn verði ekki nógu blautur því að það svo hlýtt úti að það þarf að vöka svo rosalega því að hann þornar alveg leið. Já, en leikmenn að lappina á völlin núna, ég tek undir þetta með því ég sé ekki að miðsvæðið hafi verið vöka nokkuð skapaðan hlut. En nú hljómar lagið hans Herra Hnetusmjörs undir, það þýðir aðeins eitt, það þýðir að Blikar eru komnir á völlinn. Þurfum ekki smá auglýsingar áður en höldum áfram? Jú. Svo verði ég bara að slappa. Þú segir bara hvernig við megum. Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið og þá gott að byrja í Byko. Já, og hér fluttar Egill Arnar Sigurþórsson til leiks, leikur Breiðabliks og Fjölnis hafinn og nú að sjá hvað grænumennirnir gera gegn þeim gulu. Hér höfuðmeiðsli og að gera að stoppa leikinn því að þetta leit ekki vel út. Þetta gerist eftir, vallaklukar ekki einu komin á stað. Tómas. Liggur hérna Róbert Orri. Róbert Orri hérna, já. Og Davíð þá að gera sér klára væntanlega, hittar aukalega upp ef Róbert þarf að fara að velli, við skulum vona að svo verði ekki. En menn taka enga áhættu hér auðvitað með höfuðmeiðsli, þau eru þess eðlis að það er gott að hafa varan á strax. En ágætt líka að minna það svona áður en spurningu fyrir að rigna inn, það því miður ekki þannig að það sé hægt að sýna stöð 2 eða sín á sýningarréttin frá Pepsi Max-deildinni. Þannig að við getum því miður ekki sýnt frá leiknum. Þess vegna við erum bara með beina útvarpslýsingu.
En það ennþá verið að hlúa að Róberti. Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út og hefur alveg hreinskilinn. Dómarinn gaf nú bekknum heldur til kynna að þetta væri við viðbrögð hans, þetta væri kannski allavega hann vildi ekki fá börurnar inn strax og það eru góð tíðindi. Þannig hann svona aðeins að ná áttum og jafna sig og mér sýnist þetta sleppa til sem betur fer. Og Blikar klappa hér fyrir þessum unga og efnilega nýkomna bakverði. Já, það verður ekki annað sagt en að við Blikar eigum þrælu öfluga sveit vinstri varnarmanna eða bakvarða. Það er Róbert, það er Davíð og svo erum við með Óla Guðmundsson líka. Allt leikmenn yngri landsliðunum. Já, hann vantar ekki fullt af flottu leikmönnum og þá getur leikurinn hafist og það er Antonarinn sem tekur hér aukaspyrnu. Og það er Tómas í baráttunni þarna en það eru Fjölnismenn sem ná boltanum. Það var Grétar Snær Gunnarsson sem er uppalinn F-fæðingur, minnir hérna ónefndilega á Emil Pálsson þegar hann var hérna lánsmaður Fjölnis fyrir nokkrum árum síðan. Sítt hár í teygju, hérna er það Guðmundur Karl en Gísli Eyjólfsson var nálægt því að stilla á honum boltanum. Það voru Blikarnir komnir fram á völlinn og setja hér góða pressu og Fjölnismenn leysa úr þessu í rólegheitunum. Torfi Tímóteus Gunnarsson rennir boltanum tilbaka og Atla Gunnar í markinu og það er hann síðan aftur. Og löng sending fram og hér er hörð barátta og þetta er hættulegt og hér er færi! Dauðafæri hér, Ingibergur Kort í algjöru dauðafæri og þetta er nokkuð sem að Blika þurfa að passa. Þetta var sára einföld sending en skyndilega var Ingibergur bara komin í gegn og ég kenni kannski því að Róbert Orri sé enn að jafna sig eftir höfuðhöggi því að þetta voru hans svæði. Slök sending og Fjölnismenn ráðast hér og komnir inn í teginn og komur út og síðan er það Örvar með skot en það er framhjá. Örvar Víkingur Ækjartsson með henda skot og það fer framhjá markinu. Sá líka sendingi sem kemur hérna frá beint úr vörninni frá Torfa. Hún er upp í þennan svokallaðan kanal hérna sem að myndast oft þegar við liðir að spila með 3 hafsenda kerfi. Þetta er eitthvað sem að Valsmenn nýttu sér mikið gegn okkur í æfingaleik fyrir mót. Er það Gísli Eyjólfsson vinnur boltaranda með þínu með langa sendingu skiptir yfir á Viktor Karl. Viktor Karl hér á Harry-kattinum og gefur sér góðan tíma, leitar að Samherja, sendir boltan tilbaka og andrar að Bjóman og hann er yfir á Elvar Frey. Þetta er allt saman kunnulegt munstur á Blikunum, rólegir, spila hér að viðvegun í öftustu varnarlínu. Róbert sendir síðan boltan á Antonara og þá var það Damir Múminovic, fer yfir miðlínuna núna, kíkir, sendir á Viktor Karl framleikir og Kristi Stendásson, Kristi með frábæran kloppa en fínn varnarleikur þarna hjá Fjölnismönnum, björguðu þessu en vel gert hjá Kristi. Þá er Ingibergur Kort hér á hægri kantinum og Oliver kemur hérna á harða spretti, nær að stugga við honum, nær að íta honum hér út á hotfána og hann missir síðan boltan út af. Já, það er líf í Fjölnismönnum, þeir eru sannarlega með í þessu og þessi byrjun Blika kannski ekki alveg nógu samfærandi en þetta er auðvitað rétt að byrja. Hér er það Antonari með boltan inn í eigin mark, með sendingur út og lyftir boltanum á hátt og Oliver nær ekki boltanum. Og Fjölnismenn eiga hér innkast á miðjum vallarhelmingi Blika. Blikarnir dekka. Örvar sendir boltan tilbaka. Og Sigurpáll með þessa sendingu og hér er það innkast sem að Blikar eiga. Ég sá maður hvað Kristinn var áræðinn hérna, hann var munaði sára litlu að hann væri komin í gegn. Já, það er maður sem er með sjálfstöru þessa dagana. Það er víst ábyggilegt. Sjáum líka að Kristinn er að spila nánast í senterastöðu. Já, hann er fyrir aftan Tómas. Og hér er hins vegar eru Fjölnismenn að sækja Arnór Breki og hér skot í þverslána og hörgur skot frá Arnóri Breka og boltinn fyrir þverslána og Fjölnismenn byrja þetta miklu betur. Blikarnir þurfa heldur betur að rífa sig upp. 5 mínútur búin að leiknum og Fjölnismenn búin að eiga hér skot í þverslá af löngu færi og Antonari einhvern veginn, ég ekki hvort að reikna það fyrir, þetta var, hefði farið yfir markið en allavega þá
smart boltinn í þesslanni, Gísli. Og Gísli með langa sendingu hér á Viktor Karl sem að horfir upp í sólina, tekur bolta með sér. Og vel gert hjá Viktori, brotið á honum. Hér voru Fjölnismenn klókir að brjóta því að Blikarnir voru með 4 menn þarna á svæðinu fyrir framan. Þetta var ekkert smái skot, þetta var þrusa eins og þau segja. Já, glæsilegt skot en sem betur fyrir Blika þá fór boltinn ekki markið. Viktor leikur á einn en má ekki við öðrum sem mætir honum og Fjölnismenn að sækja hér. Og kemur hörkutækling frá Damir og Damir leikur skemmtilega með boltan. Damir heldur honum, nálgast í þetta einn, sendir yfir hann sendingin og föst og Viktor Karl nær honum ekki. Þarna var möguleiki en því miður þá var sendingin aðeins og föst hjá Damir. Þetta var alveg dæmigert fyrir varnarmann sem var komin á óvæntar slóðir. Já, það má segja það. Sjáum líka hérna í stúkunni, beint á móti okkur, gömlu stúkunni. Þar eru fjölmargir búin að setja upp sólavörn og sólgleraugu. Vilja fylgjast með í sólinni, henni brotið á Róberti. En þetta var skemmtilegt að sjá núna að Fjölnismenn taka markspyrnuna bara stutta. Já, og 3 Blikar þarna pressuðu á við vítateiginn. Ja, Fjölnismenn koma óhrættir til leiks, það er óvægt að segja það. Elvar. Og þá Damir með boltan á eigin vallarhemningi sendir inn á Andra Rapp tilbaka og sendi ekki fullt stutt en vel gert og Gísli fær boltan, Gísli missar hann aðeins og langt á sig. Frábær sendingi fyrir boltin í hælinn á Kitta Steindós. Viktor Karl með sendingin á teginn og Fjölnir bjargar í horn. Hans Viktor sendur boltan aftur fyrir endamörk og það er hotspinna sem að Blikar eiga. Hotspinnar hafa nú ekkert verið gefið alltof mikið á Blikum. Reyndar var það Dami sem að skoraði móti Fylki, mark sem að reiði úrslitum í þeim leik en í leikjunum þar á undan þá fengu Blikar fjölmargar hotspinnur og nýttu þeir ekki. Oliver inn á teig, fastu bolti og skallar. Nei, fyrsta markið! Kristinn Steindórsson skallar boltar í markið. Markvörðurinn er að verja kýliboltan út. Kristinn Steindórsson með 4. mark sitt á leiktíðinni. Alveg sallarólegur og skallaði boltan af öryggi í markið. 1-0 Breiðablik og það eru 8 mínútur búin að leiknum. Eins og við vorum að tala þetta er maður með sjálfstraust, boltinn sogast á honum. Það er nú bara þannig. Það var lítið í þessu, Fjölnismenn skölluðu boltan í burtu en vildi ekki bara betur til en svo að boltinn hrökk beint á ennið á Kristni sem að þurfti lítið annað að gera en að bara stýra honum inn. Þetta er eins og ég sagði einhvern tíma hérna þegar Kristinn skoraði fyrsta markið sitt að hversu þýðingarmikið mark þetta getur orðið því að sjálfstrausti er alveg komið hjá honum. Það er æðislegt. Já, situr hérna fyrir neðan okkur Stúsi sjálfur, Steindór, pappans, fylgist með. Já. Róbert kastar boltanum aftur á Anton Ara og hann er ekkert að taka upp með höndum. Sendir hann aftur á Róbert á Kristinn á Höskuld, vel spilað, Gísli og Gísli nær ekki að koma nú þetta munið engu og Fjölnismenn halda hér. Þetta lítur ekki vel út. Þetta leit út fyrir að vera snúningurinn hérna. Snúningur fastur ögli. Já, þetta er alveg þurra gervigrassi sem við vorum að tala um. Já. Það er hvað, fekk hann í andlitið? Já, allavega var snúningurinn virðist nú ekki hafa orðið mitt á honum en veit ég hvort hann hefði fengið þetta högg á andlitið en allavega þá stöðvaði Egill Arnar Sigurþórsson dómari leikinn strax og málið er þá bara afgreitt. Grétar Snær Gunnarsson, hann var nú spilaði með Ólafsvík hérna líka sem lánsmaður. Uppalinn F-fáingur Grétar. Það er svona verið að fara yfir hvort það hafi sig ekki allt í lagi með hann. Hann er allavega komin út á, leikurinn heldur áfram og hér er löng sending upp kantinn og Höskuldur skallar þetta frá Kristni Oliver og Gísli laglega spila. Kristi með hann hér á góðum stað, sendir boltan inn fyrir og hér er það Viktor Karl og Viktor! Hörkutækling þarna og þeir bjarga í horn Fjölnismenn. Já, þetta var flott tækling þarna hjá Arnóri Breka vinstri bakverðið sem átti skotið á hann. Kom þarna á vælandi ferð og náði að ýta boltanum. Nú er búið að banna boltastráka á vellinum. Já, nú erum menn að spila undir
En 9 mannferðum. Skuldur og þeir taka þetta stutt sem fyrr, boltinn hér út á Oliver. Oliver með sendinguna en beint á Fjölnismann og Elvar kemur á Viktor Karl er með hann og hann sendir boltinn inn á teginn og þar það Tómas sem klifrar upp í þetta nær skallanum og reynir að komast í hann aftur en fellur við og ekkert á þetta var ekki vítaspyrna en þetta var eins og það heiðarlega tilhug hjá Dananum. Hér það Róbert upp endamörkum en þá búið að flauta því að það eitt Fjölnismaður sem að liggur eftir. Já. Flautaði kannski ekki full seint þarna, Róbert var komin í álitlega stöðu. Þannig að ég hugsa að dómarinn kasti nú boltanum þannig að Blikarnir eigi hann. Smá vesen á þeim hérna. Staðan 1-0 fyrir Blika, Kristinn Steindórsson með markið. 2 á móti Keflavík í síðasta leik og hann heldur uppteknum hætti. Hvernig ætlar Egill að kasta boltanum upp? Blikarnir eiga að fá hann, held ég alveg örugglega, þeir voru með hann. Og það enda líka þannig að Höskuldur Gunnarsson fær boltan þegar dómarinn sleppir honum. Höskuldur tilbaka á Róbert. Kristinn, Róbert á miðjunni, tilbaka á Elvar og þá Damir, þeir eru með hann hérna í öftustu vörninni, Damir fer yfir í miðlínuna núna og Höskuldur er hérna að dauða fyrir hérna vinstra megin, þannig að hann vildi fá boltan og svolítið ókáttur með að fá ekki sendinguna en svona er þetta nú bara. Já, líka gott að segja áhorfendur sem að hlusta heima eða hlustendum að Blikar að sækja átt að sporthúsinu svo að menn geti glöggvað sig á stöðu mála. Þá kemur boltinn yfir til vinstri, Róbert finnur Höskuld, Höskuldur tekur boltan. Hann er áræðinn, Ingimundur Kort reynir að trufla hann, Höskuldur heldur boltanum. Hann með sendingur inn á teginn og Tómas Mikkelsen skallar boltan aftur tilbaka og vel gert hjá Jómann, Andri Rapp Jómann upp úr hoppar með taglingunni og sendingin á teginn og Mikkelsen í baráttunni en búið að flauta aukaspyrnu á Tómas Mikkelsen var hann full aðgangsarður í baráttu við Atla Gunnar í markinu en fallið sókn og við erum að sjá það sem aðverið þessu Íslandsmóti að þetta er svona dæmigerð Blika svo hröð og bolti gengur hann á miðjun og þar eru alls konar kúrusitúlur, alls konar sendinga möguleikar hjá þessum snillíkum þar og svo endar boltinn upp í kant og inn í teig. Þetta er uppskrift af marki. Það er líka stór hættild að vera með Tómas þarna og ég tala ekki þú ert komið með Kristinn Steindórsson í ham. Ingimundur hafði betur við skallana þarna, Örvar, boltinn tekið á honum, frábær tæklingi og Elvar, engin aukaspyrna, Ásmundur brjálaður þjálfari Fjölnis og hér kemur Kristinn og rennir boltanum út á Viktor yfir til hægri og Viktor með sendingunum fyrir, allt of loftbolti en Blikarnir halda honum. Höskuldur, boltinn límdur við tendan á honum, það er nú nokkuð sem við eigum að þekkja. Hann er enn með bolta reynir að fara hann í gegnum 0-2 en endar með því að fá innkast. Fengu þarna 2 Fjölnismenn högg og lágu óvígir í smá stund en þeir eru báðir staðnir upp aftur, Ingibergur og Örvar. Gísli og Höskuldur með hann hér. Á móti vítatext línuna og Oliver með skot en framhjá, já að gera. Oliver Sigurjónsson hefur oft sýnt það að hann getur hitt marki á þessu færi en að þessu sinni skaut hann framhjá markinu. En fylgjast nú með. Það er Fjölnismenn taka hér markspyrnu, taka hana stutt inn í teig og það eru 3 Blikar komnir í pressuna leið og Damir kemur síðan í pressuna langt upp á vallarhelming Fjölnismanna en er brotlegur. Já, réttilega þetta aukaspyrna á Blika. En þá má ég segja að þessi leikur hafi þróast vel þrátt fyrir að Fjölnir hafi fengið hættulegt færi skotið í þverstóna en ekki löngu síðar þá náði Kristinn Steindórsson forystu fyrir Blika og það er alltaf þægilegt að vera með 1-0 forystu. Já. Hér er það Elvar, Örvar sækir að honum en Elvar skila boltanum á Damir með hérna hægra megin í vörninni og leikur hér á Örvar.
heldur boltanum, sallar rólegur eins og venjulega, boltinn inn á Tómas með sendinguna á Kristinn framleikir á Viktor Karl meðan sendir boltann inn á teginn, en Höskuldur rennur hann eitthvað til misserinn eftir eitthvað, en Gísli Eyjólfsson hlaupa garpur kemur og heldur boltanum í leik. Andri Rafn, Oliver og Damir á miðjunni núna, komin inn á vallarhelming Fjölnis og Viktor Karl hér úti hægra megin, leikur boltanum tilbaka, Damir inn á teginn, Andri með frábært hlaup, Andri Rafn Jómann og leggur boltan út, en sendingin aðeins of laus og Fjölnir bjargar. Já, vel spilað af leikunum hann og flott sending hjá Damir inn fyrir á Andra sem kom hann alveg á eins og eimreið úr djúpinu. Viktor Karl sem að tekur hér innkastið á miðjum vallarhelmingi Fjölnismanna. Kristinn tilbaka, fullt stuttur og Fjölnismenn á boltanum, síðan löng sending fram, en þar eru 3 blikar og ráða vel við þetta, Elva með skallan, Damir færa síðan aftur og rennir boltanum aftur á Anton Ara. Anton Ari leikur með boltan út úr tegnum, Damir á Elvar, þetta sjáum við blikarna leysa mjög vel og lítil hætta þó þið séu að spila boltanum þvert á völlinn í öftustu línu. Tómas nær ekki boltanum, það gerir Ingimundur kort og þarna var reyndar aukaspyrna, en áfram með leiki segir dómarinn, leikurinn heldur áfram, Fjölnismenn aðgóngsarðir hér og nálgast vítateigi, renna boltanum tilbaka, Guðmundur Karl og hann hér út til hægri, þar Sigur Páll, en mislukku sending fyrir aftan. Já, vel gert hann í Oliver, það var Oliver sem að setti hann undir pressu sem var til þess að hann þurfti að setja boltan út af bara. Þannig að las Oliver spil Fjölnismanna alveg svo opna bók. Oliver vinnur hérna skallaðin við, boltinn inn á vallarhelmingi, blika miðjum vallarhelmingi núna. Gísli og innkastið á Breiðablik. það er bara 18 mínútur búnar í leiknum og staðin 1-0, Kristinn Steindórsson með markið. Róbert kastar inn á Höskuldur skilur aftur Róbert og Róbert alla leið yfir til hægri. Þar Damir Múminovits og Damir hér á Viktor Karl á hægri kantinum. Viktor kíkir aðeins, rennir boltanum tilbaka og Damir aftur á Viktor og Viktor vippar hann fyrir. Frábær sending, Kristinn Steindórsson og Kittin að koma boltanum inn á teginn en Sigur Páll bjargar þessu, kemur boltanum í burtu og Andri Rafn Jómann vinnur þarna boltan. Ingibergur tilbaka og slög sending sem að Róbert nær að komast inn í og þá Oliver kíkir, sér hlaupið þarna hjá Viktor Karli, ákveður að setja á Kristinn Steindórsson. Gísli Eyjólfsson tekur úr keflinu, reynir boltanum út, Höskuldur með sendinguna fyrir markið, full först en Viktor Karl, frábær móttaka, Viktor keyrir í átta endamörkunum, reynir fyrirgjöf en þarna náði hans Viktor Guðmundsson að bjarga, menn blikarnir fá innkastið á móti vítategin hjá Fjölni og hér það Kristinn og Andri Rafn, Gísli út í kantinn og Viktor með sendingunni fyrir marki og Tómas með móttakan ekki alveg nógu nákvæm en sendingin frábær og þarna hefði Tómas Mikkelsen hæglega geta gert betur og það eru blikarnir sem að ráða ferðinni þessa stundina sem hafa gert lengst af sendinginni fyrir. Kristinn er ekki að taka hana með sér, frábær hugmynd þarna hjá Damir Múminovits, renni boltara með það þræðar hann í gegn og Kristinn rétt með sér á honum og boltinn endar hjá Atla Gunnari í markinu. Sjáum það að hættunustu færi blika að koma hérna þegar við erum búin að vera að láta boltan rúlla svolítið. Síðan endar boltinn hjá annarkvort Viktor eða Höskuldi, sitt hvorum kantinum og svo sending fyrir og blikan búin að fylla bóksið. Já, ég held að annað markið liggi í loftinu. Hér það Anton Ari heldur betur fengur að fá þennan flotta markvörð í raði blika, kottnungur og mörg ár eftir í fótboltanum og vonandi margir titlar. Róbert við sjáum að það hefur gengið illa fyrir Fjölni að
er að hafa náð boltanum að halda honum og gera eitthvað með hann, eitthvað gagnlegt því að Blikarnir eru svo grimmir. Það er svo þegar við rótast aðeins við þetta mark Blika á, þeir byrjuðu svo vel, Fjölnismenn fengur þetta mark eins og kalda vasstusku beint fyrir ándaldi. Damir á eigin vallarhelmingi á Elvar í hjarta varnarinnar og Elvar kominn inn á vallarhelming Fjölnismanna, rennur hérna á Róbert með sendingu upp í hornið en þetta var auðvelt fyrir Sigurpál að lesa þetta og hér er Elvar full ákafur og þetta er aukaspyrna. Dæmigerður Elvar og Ásmundur brjálaður hérna á hliðlínunni og vildi fá spjald á miðvörðinn. Mér fannst þetta nú ekki verið skutt á guldspjald, eins og hann gaf hann ekki guldspjald en þeir voru að kalla eftir því á bekknum. Þetta var svona ákafur orðaleikur, getur við sagt. Reyndi við boltan þarna bara, já, Elvar er líka ákafur maður, sko. Heldur betur. Og það er aukaspyrna sem að Arnór Breki ætlar að taka, sveiflunum með vinstri fættinni þá væntanlega inn á teiginn. Og eftir smá jaml og föður verður það niðurstaðan, hann kemur með sendingu inn á teiginn. Vinstri bakvörðurinn sem átti skoti í þverslóna þegar að 7 mínútur voru búnar. Hér kemur boltinn, hár boltinn á teiginn og þetta skalla Blikar í burtu. Viktor Karl átti í þennan skalla, þá er Höskuldur brunni þetta fram. Og Kristinn Steindórsson á flegi fer upp par í kantinn en vel gert hjá Fjölni að stöðva þessa sendingu. Verður Oliver, Gísli glæsilega gert, fór í þetta með Gretar og Gísli upp í kantinn. Viktor mikið í boltanum, fara mikið upp par í kantinn, sendi ekki fyrir markið og Sigurpáll skallar þetta í burtu. Ingibergur og Róbert setti strax á Andra Rafn Jómann, hann nálgast í vítategin. Andri Rafn rennur með fyrir, þetta var full erfið sending og Gísli var ekki eðlilega tilbúinn til að taka við þessum sendingin og nálægt og langt frá honum til að hann hafði honum. Skemmtilegt líka að sjá að Gísli virðist vera á deginu sínum. Það voru fáir betur en hann í boltanum því hann er að taka hérna menn að kloppa á miðjum vellinum. Já, hann er óræður, Ingibergur og Róbert nær hérna stukka við honum og Fjölnismenn vildi fá aukaspyrnu og það var kannski eitthvað til síns máls en fá ekki. Og Blikarnir leggja hér á stað í sóknina. Elvar á Róbert á miðjum eigin vallarhelmingi, kíkir, skiptir yfir á Damir Múmínovits hér hægra megin og Damir tilbaka á Antonar og hann er fljótur að senda boltan á Elvar. Og er það Oliver, Róbert, halda boltani hérna í vörninni, sjá ekki leið hérna fram á við, biðjum hreyfingu og hér kemur sendingin átt að Tómas Mikkelsen, hann tekur boltan á brjóstig á Gísla og Gísli er að sleppa þetta í gegn en hörku tækling hérna og síðan klaufaleg sending hérna frá hans Viktori sem var búinn að gera vel hérna í vörninni en voru bráður á sér og sendi boltan beint út af og Blikarnir eiga innkast. Gísli og Gísli með skemmtileg tilþrif tók út 2 menn þarna í þessari hreyfingu og enn er Viktor Karl með boltan á hægri kantinum. Þá Oliver og Kristinn Steindórsson hér hægra megin tilbaka og Oliver og Elvar að láta boltan fara til Anton Sara, hann að Róbert og þá koma þeir á stað hérna upp vinstri kantinn. Höskuldur með hann, sendir á Gísla og Gísli tilbaka á Oliver reynir að koma honum aftur inn á miðsvæðið, það gengur ekki en Blikarnir halda boltanum. Róbert Orri, Elvar leikur hérna á Örvar og sendir hérna síðan og ég er Andri Rafn að reyna að lauma honum hann inn fyrir á Tómas Mikkelsen sem var í flottu hlaupi en Blikarnir halda boltanum. Gísli og yfir til hægri á Viktor Karl, frábær móttaka, Viktor Karl kemur á ferðinni, þeir eru hérna utan við varnarmanninn sem að nær þó að halda boltanum inn á vellinum og bjarga þessu. Ég sjáu hvað þetta er erfitt fyrir Fjölnismenn þegar þeir vinna boltan. Þeir eru með svo marga menn aftarlega á vellinum að þessar sendingar fram verða svo þurfa að vera svo nákvæmur til þess að skapa eitthvað.
25 mínútur búnar, 1-0 fyrir Breiðablik, Kristinn Steindórsson með markið. Ég held líka að hendi á hans að vera að jinxa eitt eða neitt, en ég held að hendi Elvari og Damir ákaflega vel að spila gegn Örvari. Já, hér fín sending hérna í áttamarkinu, en Ingibergur kort í baráttu við Róbert og Róbert nær að halda honum frá boltanum og hann hendar hjá Antoni Ara. Hann kastar á Oliver og Oliver kíkir til hægri og vinstri. Skilur boltan eftir á Höskuldi hérna inn á miðjuvarnarhelmingi Fjölnis. Og þá Róbert. Elvar leika hér tilbaka og þá Damir. Og Viktor Karl með hann á hægri kantinum tilbaka á Damir. Damir að skoða hér stöðuna en Fjölnismenn með sína menn mjög aftarlega og ekki að pressa menna með boltan hérna. Elvar og toga aðeins í hann og hann heldur áfram. Elvar Freyr og sendingin inn fyrir Tómasen. Gott útlaup hjá Atla Gunnar í markinu. Bjargar. Það að skapa usla þegar þeir koma í þessa stöðu. Damir og Elvar, það veit ekki námlega hvernig hann á að mæta þeim. Fjölnismenn ekki einhvern veginn með nógu góða ráðstafanir til þess. Andri Rabjóman á miðjum vellinum. Damir og Oliver. Damir aftur á eigin vallarhelmingi og þá kemur Viktor Karl. Damir og Finnur og Oliver. Og þá Damir aftur. Ætti við að fara yfir miðluna, sendir boltan á Andar Rapp. Og Andar Rapp kemur vel tilbaka og tekur þátt í þessu spili. Og Damir og Elvar, mjög þolinmóðir, leika boltarhafna saman í öftustu vörn. Þá kemur Gísli Eyjólfsson, fær boltan og ennir sendingur út í kantinn á Viktor Karl, en hún of stutt. Oliver hérna í baráttunni, en Guðmundur Karl hafði betur. Og hér er aukaspyrna sem að dæmd er eftir brot á Guðmundi Karli. Fyrirhöfn til Blika og Fjölnir á hér aukaspyrnu. Hvernig var Guðmundur Karl í Breiðablik? Ég held það sé ekki rétt. Já. Jú, ég er ekki að ljúga því. Hann var hérna í tíma. Hér er Örvar og boltinn hér tilbaka. Kristinn með flottan stúning, kemur boltanum á Viktor Karl. Viktor Karl kemst ekki fram hjá Hans Viktori. Höskuldur tekur rás, hérna Gísli kemur í hlaupið í overlappið og hvað gerir Gísli? Sendir hann aftur tilbaka, sendingin ætluð Höskuldur þarna, gekk ekki. Oliver brýtur þarna á Ingibergi kort og bekkurinn hjá Fjölni tekur trilling og fær fyrir það gula spjaldið á Oliver. Það var nú eiginlega ekki neitt, hann hljóp eiginlega fram hjá honum, hélt í hann en heldur ökklan á sér þarna Ingibergi kort. Ég bara líki því, Guðmundur Karl var ekkert í Breiðabliki, hann var í FH. Já. Næsti bara við. Það fóru hérna, Guðmundur Karl og Bergsveit fóru í FH held ég, 17 tíma. Hélt hann, ok, já, það er bara misminni. Staðan 1-0 og rúmur stundafjörningur eftir. Fyrsta gula spjald leiksins, lítið dagsins ljós hér á 30. mínútu. Það er Oliver Sigurjónsson sem fær það. Atli Gunnar í markinu og Torfi sendir boltan tilbaka á hann. Þá kemur Hans Viktor. Þú ert með tíðindi frá öðrum leikjum. Já, það er tíðindi frá í Fossvoginum. Það var Víkingar náð fórustunni gegn FH. Það var Óttar Magnús sem skoraði markið. Óttar Magnús Karlsson, Þráinssonar. Hér er Oliver með sendinguna, en þetta er hugmyndir ekki svo vitlaus, en því miður þá fór hún á milli þeirra Tómasar og Viktors, en sendingin væntanlega ætluð Viktori en og först og útspark sem að, ja, markspyrna sem að þeir eiga Fjölnismenn. Og Hans Viktor, og hér er það Örvar, fær sendingu upp kantinn. Og Elvar fylgir honum og meðan að fleiri eru að koma til varnar og hann kemur Örvar með sendinguna og Róbert með þennan, nei, þetta er útspark
Ég held að Róbert hefði komið við hann en hann allavega kom í veg fyrir að Ingibergur næði að skalla boltann. Og Anton Ari með boltann í eigin vítateig. Elvar og Andri Rapp hér hægra megin, hann sendir boltann á miðjuna á Oliver og sér hérna hlaupi frá Kristi Stendósinni, frábær sending, góð skipti, Kristi tekur boltann og Höskuldur kemur, Sigur Páll plataður þarna, sendi ekki síðan fyrir markið, Tómas í baráttunni og þetta hendi á Danan, boltinn skust upp í höndina á honum og Egill Arnar dómari sá það og dæmdi aukaspyrnu. Það eins og Ási hafi sagt við sína varnarmenn fyrir leik, þið verðið að líma ykkur á Tómas. Já, þá ætti náttúrulega að koma myndast pláss fyrir aðra og eins og komið aðeins 1 mark sem Blikar hafa skorað. Hér sendingin í áttinni að Ingibergi. Róbert Orri þarna gerir vel, áræðinn, hann mjög áræðinn leikmaður, hann Róbert Orri. Já, þetta strákur sem á framtíðinni fyrir sér, það nokkuð ljóst. En ég vandræði að finna samherja og finnur síðan Höskuld og fara hann aftur. Og Oliver tilbaka á Anton Ara og Örvar setur pressu á hann en Anton kemur boltanum á Damir á Viktor. Nú eru Fjölnismennirnir komnir framar, spurning hvort að Blikarnir á að finna leið fram hjá þeim þannig, en boltinn út á og enga sem að Fjölnir á. Við erum með boltana á eigin vallarhelmingi. Boltinn tilbaka og Atli Gunnar með sendinguna fram, finnur Sigur Pál. Höskuldur nær að trufla og Fjölnir, en Róbert stöðvar þetta en búið þetta með aukaspyrnu og Höskuld og Fjölnir fær aukaspyrnu svona einhverja 10-15 metra inn á vallarhelmingi Breiðabliks. Hér hægra megin frá þeim séð. Taka þetta strax og Gísli Eðvarðsson með flottan varnarleik, vel gert hjá Gísla, fylgdi manninum og kom aldrei við boltann og Grétar Snær nær ekki til hans, Viktor Karl og Damir með sendinguna fram, en Hans Viktor nær til boltans en sending hans endar hjá Antoni Ara og hann fljótur að kasta honum og Gísla hérna yfir til vinstri. Róbert. Vantar kannski aðeins meira bit fram á við. Oliver. Blikarnir með töluverða yfirburði út af vellinum, miklu meira með boltan, miklu fleiri sendingar en aðeins skoraði 1 mark og staðan því 1-0. Kristinn og innkastið á Fjölnir. eins og við töluðum í upphafi útsendingar, minnir á leikinn á móti Keflavík, 1-0 yfir, það stór hættuleg stað að vera í. Já, það rétt. Fjölnismenn, þeirra leikplan hefur rauninni ekkert breyst frá því væntanlega það sem Ási hefur sett upp fyrir leikinn. Það að við liggja tilbaka og vera þéttir. Man hefði kannski haldið að þeir myndu koma aðeins framar á völlinn, en ég hugsa að þeir séu svona aðeins að bíða og sjá hvernig verður. Reyna bara að fara með 1 mark á sig undir í hálfleik og sjá hvernig verður. Þetta sé bara mjög góð taktík að móti þessu Blikaliði að vita mál að þeir geta verið að búa sér til fullt af færum, en það bara spurning að nýta þau. Við séum til að mynda Tómas Mikkelsen sem mjög áræðinn og spilar alltaf í hælnum og aftasta manni. Hér hins vegar gult spjald brotið á Antoni Ara þegar hann hreinsað frá markinu, eða sparkað frá markinu og Anton Ari liggur eftir og heldur hnéð á sig. Það eru ekki góð tíðindi. Þetta var dæmigert sendera brot á markmann sem að sparka frá markinu. Mér fannst það fara full átt með löppina. Var þetta ekki Örvar? Hann fekk gult spjald fyrir. Þetta var Ingibergur. Var þetta Ingibergur? Já. Fekk gult spjald fyrir. Anton nú staðinn á fætur og markar þetta af sér en ekki ánægður með þessa trakteringar eðlilega. Nei, Anton Ari sýnir þarna dómaranum takkaförin fyrir ofan hné. Ekki sáttur Anton Ari. Rólindis maður yfirleitt. Já.
enn að sýna Agli skófarið. En hann búinn að jafna sig og heldur áfram. Já, sína skófarið enn eins. Já, búinn að gera þetta 3 svar. Þetta að vera að sýna Ingibergi núna bara minna hann á að þetta hafi nú verið ástæði fyrir þessu gula spjaldi. Hér kemur skrítið sending frá Antoni, en Gísli gerir vel, Gísli bjargar og Gísli með sendinguna. Frábær sending eða hvað, Höskuldur. Það ekki halda honum inn á. Og þessi sending á Orra og Orri reynir að koma honum hérna fram á við. Orri fara hérna á miðjum vallarinn með Gimblíka, leggur hann á Jómann en Blíkandi vinna hann aftur. Þá sendingin fram, beint á Gísla, þetta er efnilegt. Gísli með pláss og Ingibergur kemur núna á ferðinni. Höskuldur fara hérna út við hliðarlínu og spila þetta vel saman, Gísli og Höskuldur. Höskuldur með sendingunni fyrir, en eru þeir að reyna að finna Danan Mikkelsen í fætur, en Fjölnir bjargar. Já, ég held að 1 mark fyrir hlið væri svona bara kærkomið. 1 mark í viðbót. Hér Höskuldur og Það stuttur hann að Höskuldur. Elvar skallar þetta frá á Höskuld. Höskuldur með Ingiberg í bakið. Þá Oliver finnur Höskuld. Höskuldur strax kom með mann í bakið og Gretar dæmdur brotlegur. Robert. Orri Þórðarsson nælir sér í guldspjald hérna. Fjölnismaðurinn til að fá gulaspjaldið. Ingibergur kort líka og Oliver Sigurjónsson hjá Blikum. Elvar Freyr sem að tekur aukaspyrnuna vippar hann hérna og Gísli með sendingunni inn fyrir og þarna sá við Tómas Mikkel sem búinn að taka sprettin inn fyrir og mátti ekki miklu mun að boltinn bærist til hans. Hér aukaspyrna af Andara Bjómann. Karl. Guðmundur Karl í baráttu við Gísla og Guðmundur Karl hlaðir ekki við á 2 en þeir halda boltanum og kemur sendingin inn fyrir en Damir nær að komast inn í þetta allt saman. Kristinn hérna í hörðum slag og Fjölnir vinnur boltan á miðjum vallarinn með Gimblíka hér út við hliðarlínu vinstra megin, fá síðan aukaspyrnu. Damir verður að passa sig, hann búinn að brjóta í 3 eða 4 gang á sér. Það stutt í spjaldi í honum. Aldrei neinn grottaraleg brot en þetta svona fyrir að vera uppsafnað. Svona nudd. Fjölnismenn standa yfir boltanum þegar að 6 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik og hér kemur boltinn inn á teginn og Örvar klifrar upp í þetta. Blíkandinn á honum, Gísli, vel gert hjá Gísla, brotið á honum. Þarna hefði þetta skynsamlegt brot þarna hjá Gísla, kannski ekki þetta að hrinda Gretari og Gísli kannski full ákafur þarna og Nei, það Egill Arnar tekur þann pól í hæðina að hann tekur Salomonsdóminn upp það er ekkert að spjalda menn fyrir þetta hann talar hraustlega til þeirra og við erum að gera svona hætti að þessu Blikarnir með Víkingarnir eru komnir í 2-0 á móti FH. 2-0 á móti FH. Þannig að Blikarnir eru í dauðafæri hér að koma sér í þægilega stöðu. Robert Höskuldur nær að snúa og sendi boltan og Oliver Gísli við það að sleppa í gegn Gísli með sendinguna og Kristinn Steindórsson en þeir bjarga þessu flottur fótbolti á Blikum skemmtilega að spila hér á vinstri kantinum Gísli með sendinguna Kristinn Steindórsson fær boltan
rétt utan miðjum vítategnum og með skot og bolti fer í varnarmann. Hér brotið á Gísla og guldspjald á Grétar, en ekki bara hefnað fyrir átökin áðan. Grétar Snær en þá að fá að líta guldspjaldið. Kannski hefði bara verið fínt fyrir báða að fá guldspjald áðan, þá hefði Grétar fókin út af núna. Ég nú ekki viss að hann hefði lagt í þetta ef hann hefði verið komið guldspjald. Gunnar Már Guðmundsson með ógnandi tilburði hér á hliðarlínunni með Einar Inga, hans fjórðadómara. Það fær guldspjald. Þannig að það er að Fjölnir fara að líta guldspjaldi. Ási er töða þarna við dómarann og þetta endar bara með ósköpum hjá Fjölni. Þetta þess ekki og Ásmundur, þessi dagfarsprófið maður, er orðinn fogsýllur. Hér kemur aukaspyrna frá Oliver og Atli Gunnar grípur þetta. Sending fram og hér er það Ingimundur kort en Antonari bjargar þessu. Oliver hreinsar. Kristinn er að koma boltanum fram og við. Og hér er það Höskuldur, vel gert hjá Höskuldi. Og hvað ætlar hann að gera? Þá kemur sendingin í fyrir og þeir bjarga. Það kom Torfi Tímóteus Gunnarsson og bjargaði á ævintýrlegan hátt. Líkandinn hann nálægt í að... Nei, Oliver passa sig. Bæta við marki. Stöksending og Hans Viktor. Þó Breki og Grétar. Grétar með sendingu frá vinstri hér til hægri og Róbert mætir þessu og skallar boltan út af Fjölnir og innkast á miðjum vallarhelmingi Breiðabliks. Blikarnir að verjast þessa stundina. Það er Örvar Eggertsson, lánsmaðurinn frá Víkingi sem kastar inn fyrir Fjölni. Kemur sendingin inn á tegin og þetta er auðvelt fyrir Anton Ara að grípa, mætir þessu þegar 3 mínútur eru eftir að fyrir hálfleik. Og hér er möguleiki, þetta er efnileg sókn í vendum hjá Blikum, sendingin inn fyrir og Kristinn má ekki koma með boltan, þetta er frábærlega gert yfir á Gísla. Gísli í vítategnum leggur hann út og Höskuldur! Þetta var of flókið, þetta var allt of flókið en hefði verið frábært ef þetta hefði lukkast. Höskuldur aðleit þarna í vítategnum. Við erum svona komin 2 metra inn í vítategin en skot hans er laust með vinstri, fer að varnarmanni og endar í hornspyrnu. Fallið svo. Allt komandi eftir sending út úr markinu frá Antoni Ara. Fjölnismennirnir voru of framarlega á vellinum og skyndilega var allt galopið. Það er Höskuldur sem ætlar að taka hornið. Elvar fer ekki inn í tegin. Nei. Kemur hornspyrnan og þetta Hendi? Nei. Boltinn endar hjá Viktori, hér Viktor komin yfir á vinstri kantinn. Oliver út á Höskuldur og Gísli með hlaupið inn fyrir en Höskuldur heldur boltanum. Hér er engin aukaspyrna. Ekki alveg sammála dómarinn þarna. Hér er það Orri á harðarspretti, hann hleypur þarna fram fyrir boltan en Fjölnir heldur knettinum. Hvað gera þeir hér? Jóhann Árni Gunnarsson með sendinguna, Örvar skattar hann tilbaka, Guðmundur Kard inn á tegin en Antonari mandar vaxinn í markinu og fljótar að koma honum út og hér er Gísli Eyjólfsson með hann. Þetta er ekkert ósvipað á þann, Gísli er of lengi með boltan, missir þeim, Guðmundur Kard tekur hann. Karl, böðlast áfram, viðbótartími 3 mínútur. Gísli stöðvar þetta, sendir boltan á Höskuldur. En kemst ekki fram hjá Orra sem að stöðvar hann. Það er Sigur Páll með sendinguna upp í hornið og þar er Örvar í baráttunni. Elvar fylgir honum og Örvar leitar tilbaka og Fjölnir fer á hornspyrnu. Ingimundur reynir sendingu inn á tegin. Boltinn af Gísla Eyjólfsson og aftur fyrir horn sem að Fjölnir á þegar að uppbótartíminn er byrjaður. Já, það er eins og þessi 2-3 upplöf Blika hafi bara gjörð svona sprengt á, finnst mér. Já,
Eins og þetta Höskuldur og Gísli að kasta mæðinni bara hérna til skiptis. Tónari arkitektina báðum þessum sóknum þar sem að hann kastar boltanum upp miðjuna og þar haldaðir áfram blikarnir. Hér er Jón Árni með hornspyrnu. Hún á að koma fjarstöng, fer hérna yfir á nærstöngina og þetta endar með því að blikarnir, bolti fær hann aftur fyrir endamörk og þetta er því útspark. Nei, önnur hornspyrna. Já. Önnur hornspyrna sem að Fjölnir fær. Erfitt að giska á áhorfendafjölda hér í kvöld en það er töluverður slatt í stúkan svona að vel setið í henni. Hér er það Jóhann Árni með hornspyrnu, nú kemur hún á fjarstöng og hér ætti að vera aukaspyrna og já, hann hlaut að vera, hann dæmir aukaspyrnu bakkritík hérna í tegnum og þess vegna var Egill Arnald allt í lengi að flauta en flautan kom að lokum flautið og aukaspyrna sem að Blikar fá. Já, bendir allt til þess að mark Kristins Steindórssonar snemma leiks verði eina markið í fyrri hálfleiknum. Getur verið svona 1,5 mínútu eftir af þessum uppbótartíma. Hér er það Tónari með útspark, ekki oft sem við saman sparkar frá markinu. Kristinn Steindórsson tilbaka og Gísli og rennir boltanum tilbaka á Róbert. Róbert með nú í vallarhelmingi. Leikur boltanum yfir miðlínuna og heldur svo bara á stað. Kemur boltanum á Höskuld, Höskuldur á Gísla, Gísli með hann. Fram hjá Grétari. Grétar verður nú að passa sig. Heyrðu, hann er að fá rauðarspjaldið. Fekk hann ekki spjald á hann? Jú. Heyrðu. Býttu, hvað? Er hann að gleyma sér eða? Fekk ekki Grétar spjald á hann? Eða kannski var það Örvar, þeir eru keimlíkir á velli. Býttu, er ég að... Ha? Já, það hefur verið... Það hefur verið Örvar. Það er greinlegt að... Og það er enginn sem gerir athugasemd hjá Blikum, þannig að þetta er bara rugl í okkur. Það var Örvar. Það var Örvar sem fekk spjald. Þeir eru náttúrulega alveg eins og náttúrulega. Já. Oliver með aukaspyrnuna og þetta er bara útspark og þá er flautað til leikleys. Það er hálfleikur á Kópavogsvelli þar sem að staðan er 1-0 fyrir Breiðablik. Breiðablik með þessa forystu þökk sé Kristni Steindórssyni. En þetta er allt of hættulegur leikur til. Við erum með tögl, ég veit ekki með haglítar en allavega erum með töglin og það er ágætt. En sem sagt hálfleikur, seinni hálfleikurinn eftir korters.
Sýnist mér það nú í brotauðinu. Nei, verður ekki líka að koma hérna á hlýðurinn? Jú. Strákar, hvernig finnst ykkur að þið ætla að spila seinni hálfleiki? Hvernig finnst ykkur sko, það aðeins hérna í lokin að við getum ekki tekið viðtöl út af það loka niðri og þú veist. Já. Ok, það tvennt sem ég... Hvernig byrjar úts? Bara 1, 2 og núna. Já, velkomin aftur Blikar TV með ykkur, Guðjón Már og Arnar Björnsson. Hérna einu sanni, við erum hérna að reyna, já, leikurinn að byrja hérna, Breiðablik Fjölnir, seinni hálfleikur, staðan 1-0. Arnar, hvernig heldur að liðin komi hérna út þessar fyrstu mínútur í seinni hálfleik? Ég held að Blikarnir verði að gefa svolítið í, spýta svolítið í lóðana. Fjölnismennu líður, þó þau séu marki undir, þá líður þeim ekkert illa því að, við skulum ekki gleyma því að það er ekkert margi sem að svona reikna með því að Fjölnir verða að blanda sér í einhverja baráttu í efri hlutana, þannig að þetta er fínt fyrir þá. Þeir fengu áttu sláarskot í stöðunni 0-0 og ég held að þeir bíði bara eftir því að Blikarnir geri mistök og ef að staðan verður ennþá 1-0 eftir þegar að kannski 10 mínútur eftir að þá getur allt gerst í leiknum. Já, alveg hárrétt, já ég held það líka. Þannig að þeir finna lyktina, ef þeir finna lyktina þá er ennþá möguleiki. En eins og þú talaður að þeir byrjuðu á þvílíkum krafti hérna fyrstu 5 mínúturnar, svo voru þeir eins og þeir væru sleiknir út af laginu með þessu marki sem kom bara strax á 8. mínútu. Og ég held að það hefði verið svona uppleggi kannski hjá Ása að byrja sterkt, koma Blikum pínlítið óvart, vera svolítið svona djarfir og áræðnir, en svo sá maður strax þegar Blikarnir voru að láta boltann ganga hvað eru mikil gæði í þessu Blikarliði og það er erfitt að vera með menn framalega á vellinum gegn Blikum, það bara er bara þannig. Já, svo líka við maður tekur eftir að það eru 4 Fjölnismenn komnir á guldspjald og það er, ég hugsa að þetta verður svolítið saga Íslandsmótsins hjá andstæðingu Blika, þeir munu alltaf fá fleiri spjöld því að Blikarnir spila svo vel á milli sinni en nú eru Fjölnismenn hins vegar að gera sér líklega en Blikar leysa vel á þessu. Höskuldur kemur boltanum inn á miðjuna, Ingibergur Kort brýtur á honum. Ingibergur Kort er einn af þeim 4 sem að fengu guldspjald í fyrri hálfleik hjá Fjölni en Ólafur Sigurjónsson fekk spjald hjá Blikum og að mínum dómi hefði Damir Múmín alveg getað fengið það líka en hann fekk það ekki. Svo líka var það, við vorum að ræða hérna saman nokkur sérfræðingar að sunnan í hálfleik að það væri svolítið hættulegt fyrir Oliver að vera með guldspjald í svona leik þar sem að liðin eru að beita skyndisóknum því hann er ekki sem allra hraðasti og þarf þá væntanlega, já hugsanlega að taka á sig einhver brot þegar að liðin á að Er í þeirri stöðu líka, hann þarf stundum að vera djarfur. Já. En það er Viktor Karl, mikið í boltanum í fyrri hálfleik hér á hægri kantinum og hann er hérna, leikur hérna skemmtilega á Hans Viktor og er enn með boltan. Hann lætur Hans Viktor aðeins snúast hringi, sendi boltan síðan tilbaka á Damir færir hann yfir á miðjuna, þar er Elvar, sendi ekki neitt sérstök og Elvar heyrðu halló, Hörvar grípur hann í höndina á honum og þetta er svona ekki íþróttamannslegt getur við sagt. Nei, hann er líka fína að leika, þú veist, það var tilgangslaust brot, hann er á gulu spjaldi, til hvað sér hann að þessu? Já, leika sér svolítið eldinu þarna og ef Egill væri í verðarskapi þá hefði hann örugglega getað látið hann hafa annað guldspjald fyrir þetta. Hér er það Damir. Og Kristín ætlar að setja hann í fyrsta þarna í gegn, það gengur ekki. Og hér er sendingin og þá er það Örvar en Anton Ari, hann er í þessu svípershlutverki og bjargar þessu. Kristín reynir hérna skrýta sendingu sem er beint á Gretar og Gretar á vinstri kantinum með fyrirgjöfina og Róbert missir boltar hérna aðeins fram hjá sér og gefur svo sem byggja á sök. Ingibergur með hann hérna á hægri kantinum núna og vel gert fyrir Róberti, hendir sér í boltan og setur hann út af og Fjölnir og engast. Og hef ég líka eftir áræðilegum heimildum hérna í hálfleikaði mitt frá einum Fjölnismanni að Ingibergur Kort sem hefur verið að spila sem fremsti maður í Fjölni í allt sumar hafi verið settur einmitt á, sett til höfuðs Róbert Orra í þessum leik þar sem hann er álitinn veikastur þessara þriggja í vörninni. Róbert er búinn að sýna það að hann ræður vel við hann. Já. En sem kom með þér og þá langt yngast hjá Fjölni og boltið laus í teignum og aukaspyrna dæmd á Fjölni, brot í teignum. Bakgrundi hérna, Róbert náttúrulega fekk höfuðögg eftir 10 sekúndur í fyrri hálfleik. Já, og andartaki síðan þá kom hann sending í gegn sem að ég held að hann hefði örugglega klárað ef hann hefði ekki fengið þetta höfuðögg. Það skapaðist þetta en kom ekki að sök. Tómas Mikkelsen sterkur þarna en
Það ekki að skalla boltan á Viktor Karl eins og hann ætlaði sig. Atli Gunnar í markinu með boltan. Tómas setur pressa á hann, Atli Gunnar með sendingu fram og hér berjast þeir boltan og Ingibjörg að skalla boltan aður og hér eru Fjölnis með 3-2. Þeir eru 3 gegn 2 hérna, nálgast vítategin og hér kemur síðan sendingin og skotið og þeir bjarga og Fjölnismenn vilja vítaspyrnu og hann dæmir vítaspyrnu. Aðstoðardómari gerði enga athugasemd en Fjölnismenn rifust, heimtuðu víti og Egill eftir smá hik ákvað að dæma vítaspyrnu. Hann hlýtur að hafa verið aðstoðardómari sem dæmir þetta því að hann gerði enga, já ok, ég dreif það tilbaka, ég sá hann ekki gera neina. En hann er frá rautt spjald vantilega, nei gult spjald, dómarinn er ekki neitt aðstöðu til að sjá þetta. Hérna fær Damir spjaldið og boltinn hefur farið í höndir og honum greinilega ef svo er Anton Ari. Það eru Blikar að fá þessi fyrsta markið á Íslandsmótinu núna. Það er Jóhann Árni Gunnarsson sem að tekur þarna Oliver klaufið að missa boltan hana en hleypur hann á boltanum og hann með skotið og Anton Ari Einarsson varði vítaspyrnuna. Já, þessi drengur er flottur, alveg magnaður og þurfti svo sem ekkert aðeins mikið fyrir þessu vítaspyrnan, var ekkert sérstök en það er ekki nóg því að Anton Ari þurfti að hafa fyrir því að verja þetta og gerði það vel. Enga sem að Fjölnir á. Og hér er hætta við markið. Örvar kastar inn á vítategin og þar kemur skalli og boltinn fer rétt fram í ferstekinu og Brynjólfur er að koma inn á. En nú er það næstu 10 mínútur Arnar. Það er annarkvort fá Fjölnismenn blóð på tannen eða þá Blikarnir ná að bíta í þessar frægu skjaldanendur og koma sér almennilega inn í leikinn aftur. Við erum ekki mættið til leiks hérna í þessum síðara hálfleik og það eru komnar leinar að tæpa 7 mínútur á hann. Já, þeir eru áraðinur og hér var Gísli í vandræðum og tapar boltanum og Fjölnismenn með sendinguna en Oliver kemst inn í og nær honum og þá kemur Kristinn Steindórsson. Hér er möguleiki, Viktor Karl á hægri kantinum, fær boltan, vel gert og þeir eru mættir inn á teginn, Tómas Mikkelsen en Viktor og Henningsverkættir komin inn í vítateginn, leikur fram í einum og síðan kemur skot og í varnamann og Viktor nær ekki boltanum aftur en Fjölnir bjargar í innkast, hans Viktor gerir það. Já, skot í þessla eftir einhverja 7 mínútur og síðan vítaspyrna sem þeir ná ekki nýta Fjölnismenn. Viktor Karl. Oliver með sendingun á Gísla. Gísli reynir þarna helsendingu í gegn á Kitta Steinsson og hefur betur. Vel gert hjá Gísla en Gunnar vakandi í markinu og bjargar. Fær þarna högg í skrokkinu eftir viðskipti við Gísla en það var engin ásetningur í þessu og hann fær hér smá tíma til þess að draga andan. Já, spurning hver, ætli það sé ekki Kristinn Steindórsson sem kemur út af? Já, eða Tómas. Tómas, ég hefði bara haldið að myndi taka Tómas út af. Já, kannski, sjáum til. Þetta er rosalega reynsla sem hann er með í dag. Já, hann er vel greiddur. Það er gott að nýta tímann á milli leikja því að þetta tekur tíma að búa til þetta meistaraverk í Kaupanahöfn. Oliver aftur, vel gert hjá Oliver og Kristinn Steindórsson hér nær ekki boltanum, hann fyrir út á og innkastið á Fjölnir. Þá kemur skiptingin og það er eins og giskar á Kitti Steindós, markaskorðar sem fyrir að venni. Markaskorðar Kristinn Steindórsson og tökur vel á móti leikmann nr. 45, Brynjólfur Andersen Vilhjálmssyni. Það virðist, já ég veit það ekki, Tómas, kannski finnur Brynjólfur Tómas betur. Hann er ekki skoðan að rangstöðumark í dag. Nei. Það kemur kannski að því. Það er lítið í boltanum með við hvað þetta er öflugur leikmaður. Það vantar ekki að Brynjólfur hleypur mikið og vinnur vel og hér er aukaspyrna.
F-fáingar að fá vítaspyrnu í Víkinni þar sem að Stephen Lennon að skora af miklu öryggi og minnka muninn í 3-1, Víkingur 3, FH 1. Og hér eru Fjölnismenn og Blikarnir vinna boltann, Andri Rapp og sendur á Gísla. Gísli á miðjum vallarhelmingi í Fjölnis, keyrir í átt á markinu, inn á teiginn, það er Höskuldur með boltann fyrir markið og þetta er hornspyrna. Já, það voru Blikar konum með 4-5 menn inn í vítateiginn en sendingin hjá Höskuldi fer af varnarmanni Fjölnis og endar í hornspyrnu. Sjáum hvort að þessi hornspyrna skilar einhverju núna. Allir Fjölnismenn tilbaka. Og Höskuldur með hornspyrnuna inn á teiginn og Fjölnismenn skalla þetta frá. Brynjólfur nær boltanum, Brynjólfur hér í baráttunni og ætlar að reyna að komast frá í varnarmanninum sem hann nú gerir og hann er haldið við. Þetta er vítaspyrna, þetta er klár vítaspyrna, dómari og eftir smá jaml og föður á bendur hann á vítabúti. Aldrei annað en víti. Já, aðstæðudómarinn sá þetta auðvitað og við því að dómarinn var ekki inn aðstæðið til sjáðu þetta. Brynjólfur með þetta orð á sér að vera að kasta sín Já, hann, og það hefur oft komið í bakhjörnum líka. En þetta var klár vítaspyrna. Já, þetta var alveg kristaltær vítaspyrna. Nú er það Tómas Mikkelsen. Getur gert það sem að Jóhann Árni Gunnarsson gerði ekki áðan að skora. Og Tómas Mikkelsen. Þetta er örugg 2-0, Breiðablik komið í 2-0. Örugg vítaspyrna, flott innkoma hjá Brynjólfi Vilhelmssyni sem að krækir í vítaspyrnu og sá danski búinn að koma Blikum í 2-0 og nú er þetta orðið allt annað dæmi. Þú kallaði þetta á hann, hvað getur Brynjólfur gert fyrir Tómas? Hann getur náð í víti fyrir það. Já, nákvæmlega. En líka þessi hreyfing hjá Brynjólfi, hann virðist vera að gera þetta á svo hægt. Menn ná ekkert boltanum á hann. En hann er áræðinn og sáum hann þegar hann var að koma inn á sem að varamannabekknum í fyrra, kraftur í honum. Maður er svona alltaf að velta fyrir sig alveg eins og með Kwame Key sem ég held að við eigum eftir að sjá á aftur sem að mér finnst vera frábær að koma að bekknum. Þegar menn eru náttúrulega aðeins lúnir, þá getur hann platað upp á skónum. Hér er Viktor Karl og boltinn inn á teiginn og Tómas Mikkelsen skófæri frá því að ná til boltans og þetta endar í hornspyrnu. Já, aukið sjálfstraust hjá Blikum núna, það er alveg ljóst. Ætli það ekki byrjað eftir að Anton Ari varði vítið? Ég held að þar hafi menn fengið svona svipaða áminningu eins og á móti Keflavík. Mark þar, leikurinn í járnum, búinn að puða í einhverja 50 mínútur og uppskeran ekki nógu góð. Viktor Karl tilbaka á Oliver. Oliver inn á teiginn, lyftir inn á teiginn og þar er það Örvar sem að skallar í burtu. Beint á Elvar með sendinguna ætlaði að koma á félaga sinn Dami sem að þeir voru þarna á ókunnulegum slóðum í framlínunni og Fjölnismenn á boltanum. Vel gert þetta hjá Gísla. Og Gísli gerir vel. Höskuldur tósar hérna aðeins í peysuna og Gretari og þá kemur aukaspyrnan, hún lá í loftinu allan tíman. Jón Árni fljótur að taka þetta, sendir hann hérna yfir á Sigurpál með sendinguna teiginn, Oliver með hælsendingu beint í átt að eigin marki og boltinn endar hjá Dami sem að sendir hann á Anton Ara. Þarna sjáum við kannski líka þessar breytingar sem átt í stað með innkomu Óskars. Þarna hefði Damir oft lúðra honum fram. Hann sneri við, sá Anton Ara, sendi hann bara rólega tilbaka á hann og við fáum minna spil frá markmanni. Þetta er uppleggið að halda boltanum. Þetta í sjálfu sér eins og oft hefur komið fram tilgangsluð að senda boltan fram eða enginn er þar. Vorum við tilbaka á Anton Ara. Damir. Andri Rapp. Blikar enn með boltan á eigin vallarhelmingi. Andri með hérna út í Haramegin. Og
Þá er það Oliver með skiptingunni yfir á Höskuld, frábær sending en Höskuldur tók hann augun á boltanum og mist hann út af aðeins klöfið þarna. Sendingin fín. Finnst þess að Höskuldur og Gísli þeir eru báðir að leita fyrst og leiðu þeir skora sitt fyrsta mark þá kviknar almennilega á þeim. Staðinu núna að markatalan 6-0 hjá Blikum, þannig að það ljómandi fínt. Já, það ennþá 0-0 upp í Árbæ þar sem að botliðin að etja kappi, Fylkir Grótta og staðan 3-1 í Fossvoginum. Róbert og Gísli á Blikarnir inn á í vallarhelmingi. Ná ekki að kominu fram, Tómas Mikkelsen kemur langt tilbaka og skallar hann aftur á Damir. Þá Oliver. Gísli inn í miðjubóðinu núna, sending á Brynjólf. Brynjólf tekur vel boltanum með Höskuld með sér út í vinstra megin, ákveður að senda hann inn í átt að markinu þar sem að Tómas Mikkelsen var en sendingin og först og endar hjá Atla Gunnari. Hálftími eftir leiknum, 15 mínútur búnar að seinni hálfleik og staðan 2 mörk gegn engu. Kristinn Stendarsson með fyrra marki í fyrri hálfleik og Tómas Mikkelsen úr vítaspyrnu eftir að Anton Ari hafði varið í vítaspyrnu hjá Fjölni. Elvar Damir fer fram hjá einum Fjölnismanni og kemur honum á Viktor Karl á Andra Rapp nálægt í að fara með hann með sér en Fjölni bjargar og Andri Rapp fær hér aukaspyrnu og brotið honum. Þannig ætlaði nú aðstoðardómarinn ekki að gera neitt en dómarinn greip til sinna ráða og dæmdi aukaspyrnu. Damir, Blikarnir á miðjum vallarhelmingi í Fjölni, senda boltan yfir miðlunum tilbaka, boltin endar hjá Antoni Ara og þar byrjar þetta allt saman. Róbert með langa sendingu fram, Tómas Mikkelsen og harða spretti og rekur út tána en sendingin aðeins yfir hann og boltinn endar hjá útsparki. Ég get líka ímyndað mér að Örvar Eggertsson sé orðinn dauðþreyttur þarna í framlínunni. Hann elta sendingar hann fram og tilbaka, en ekki mikið spilað í raunverulega undanfarin ár. Svo allt í einu lentur hérna í eltingaleik í 60 mínútur. Fjölnir með innkastið til móts við eigin vítatæk. Höskuldur vinnur boltan og Gísli. Og það aukaspyrnu brot hjá Gísli Eyjólfssyni. Spurning hvort að Óskar fara að breyta liðin eitthvað meira. Já, Guðjón Pétur lítur að ætla hann að láta vita af sér hérna á bekknum. Hann og Kwame Key líklegir. Já, spurning líka með Alexander Helga hvort að hann gefur honum einhverja mínútur. Það er nú kannski bíða eftir þriðja markinu til þess að hleypa honum inn á. Gísli liggur, eða situr hann ennþá staðinn upp núna. Þetta er svona, ég held að þetta sé brot sem að menn hefði aldrei fundið fyrir 30 ára síðan þegar menn voru í leðurskóm. Nei, hann harkar af sér og er staðan á fætur og þá er aukaspyrnan í vændum hjá Blikum og það er Róbert sem að ætlar að senda boltan inn á teiginn og þá kemur sendingin í átt að Mikkelsen en yfir hann og endar hjá Atla Gunnari. Fjölnismenn eiga bara í basli með að koma boltanum hér inn á vallarhelmingi Blika. Hér er einhvern Gretar með sendinguna og þá er aukaspyrna og Andra Rapp Jómann heldur þarna í Gretar Snæ. Gretar með aukaspyrnuna en hún er ekki merkileg, hún var merkilega því að þeir eru hérna í ágæti færi með skot. Og Anton Ari ver frá Arnóri Breka Ásþórsenni. Smá miskilningur hérna hjá milli Viktors og Damirs. Viktor fekk boltan hann á blindurliðina og hélt að Damir væri fyrir aftan sig en það var bara Arnór Breki sem kom þarna á harðaspretti. Smá miskilningur þarna. Fjölnismenn sterkir í þessum förstu leikatriðum. Við erum með hávaxið lið, Hans Háteign og Torfi Tímóteus.
boltan og Anton Ari, öruggur þarna, Anton Ari mikið vængað og grípur boltan. Fljótur að kasta hann fram á Brynjólf. Brynjólfur tilbaka á Damir. Og Damir með langa sendingu fram á Mikkelsen. Mikkelsen tekur hann með sér. Brotið honum. Já, vel gert þetta hjá Tómasi, kom tilbaka úr djúpinu og sótt hann. Fjölnismenn að undirbúa skiptingu, það er Kristófer Óskar Óskarsson. Tvöföld skipting. Já, og Jón Gísli Ström, Íringur. Já. Þetta eru tveir sóknarþengjandi leikmenn. Elmar gerir vel, Höskuldur með sendinguna, ætlar að þræða henni í gegn en Hans Viktor segir búinn að standa sig vel hérna í vörninni. Með sendingunni yfir. Torfið þarf að hafa fyrir þennan á boltanum. Brynjólfur gerir vel, heyrði boltan hann Guðmundi Karli og þá Höskuldur, Blikarnir með fjölmennamenn hérna. Höskuldur fyrir utan vítateiginn. Höskuldur með skotið og fram hjá markinu. Vinstri fótaskot með jörðinni og boltinn rétt fram hjá. Já, Brynjólfur og Gísli ekki sáttir hérna, vildi fá boltan í hlaupið. Þeir voru báðir hérna úti vinstra megin við hann. Fyrirliðinn hafði ekki mikið náð að senda boltan. Og slugsending og Elvar með skemmtileg til í þrif. Oliver á Gísli. Oliver með sendingu á Viktor Karl, reynir að halda boltanum vinna en sendingin á föst og út af. Fjölnir með innkast á móts við eigin vítateig. Það er ekki mikil hætta við mark Blika þessa stundina og hefur ekki verið núna alveg frá því að þeir fengu vítið sem þeir náðu ekki að nýta. Hér er það Brynjólfur, Tómas og við upp á boltanum minn og hér er það Gísli en Gísli ekki hafði nú áræðin og Sigur Páll Melberg bjargar og þá kemur skiptingin, tvöföld skipting. Það er Jóhann Árni sem kemur út af. Fer á velli. Það hlýtur að vera Örvar líka. Kristófer Óskar Óskarsson kemur inn á í hans stað. Nei, Ingebergur Kort kemur út á líka. Ingebergur Kort kemur út af. Jón Gísli Ström inn á. Ingebergur Kort Sigurðarsson og leikmaður 31 Jóhann Árni Gunnarsson. Í þeirra stað komur leikmaður númer 9. Sér það ekki bara eitthvað framistöðu Róberts Ára? Jó, heldur betur. Komst lítið áleiðis gegn honum. Óskar að kalla á Guðjón Pétur. Brynjólfur. Og innkastið á Fjölnir. Seinni hálfleikurinn hannaður og staðan 2 mörk gegn engu. Blikarnir með forystuna. Nei. Og kemur aukaspyrnan. Löngu síðar. Hans Viktor á Sigur Pál og Sigur Páll í baráttu við Höskuld og Höskuldur við það vinna boltan á hann en Sigur Páll er að